Komið sæl, áhorfendur, og verið enn og aftur hjartanlega velkomin í Eintal. Í þetta skipti ætla ég að tala páskana, tilgang þeirra og já, svona ýmis hugtök sem að tengjast páskunum. Ég hef aldrei skilið páskana fullkomlega og tilgang þeirra. Ég held að þetta sé bara svona enn ein afsökunin til þess að gera eitthvað af sér. Eins og gamlárskvöld afsökunin til að drekka rosalega mikið og jólin afsökunin til þess að eyða fullt af peningum. Þá eru páskarnir einhvern veginn svona, ég ætla að minn skilningur á páskunum sem sagt að Jesús dó og það afsökun fyrir okkur til að verða ógeðslega feit með því að borða páskaegg sem að einhver kanína kemur með, sem að ég skil ekki alveg út af því að kanínur verpa yfirleitt ekki eggjum og það svona svolítið hæpið að kanínur sé eitthvað mikið í flutningarstörfum. Ég ætla að efast það, en ég veit ekki. Þetta allavega mín túlkun á páskunum og þeirra tilgangur í mínum augum. En svo hef ég aldrei skilið orðið páskaungi. Páskaungi. Nei, ég hef bara einhvern veginn aldrei skilið það. Og ég fatt ekki alveg tilganginn með þessu orði. Ég skil alveg eins og ljónsungi og þannig. Það náttúrulega ungi sem að afkvæmi af ljóni. En þá páskaungi afkvæmi af einhverju dýri sem heitir páski? Ég sé fyrir mér svona dýralífsmynd á Animal Planet. Fylgist með atferli páskans. Hann læðist hægt að bráð sinni, beygir sig í hnjánum og býr sig undir stökkið. Hann stekkur að antilópunni og rífur hana í sig. Antilópa besta sem að páskinn fær, fyrir utan hundshræ. Nei, ég veit ekki. Eða svona frétt á RÚV, svona alveg crazy frétt, svona páski slapp úr dýragarði í San Francisco og reif í sig 6 vegfarendur og 8 múslima. Ekki alveg að sjá það fyrir mér. En það var ekki beint svona einhver tilgangur með þessu. Ég langaði bara að koma þess á framfæri og svona skapa umræðu kannski. Og ég vil enn og aftur biðjast afsökunar á aðgerðaleysi mínu og afkastaleysi. Ég hef eiginlega enga afsökun í þetta skiptið. Það bara aðalega bara hugmyndaleysi og ritstífla og bara einhvern veginn svona, já. Hún var í páskafi, hún var að vakna upp á 5 og bara eitthvað svona þannig að en ég lofa að ég muni sem sagt koma fljótt aftur með myndband eftir þetta. En ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að horfa og
Vil bara heilsa þessu vel